yfirleitt tekur fyrsta lúrin á morgnana, þá næ ég svona að græja mig og taka mig til og svona. En hún sefur yfirleitt í fangi, þannig að það getur verið svolítið erfitt. Hún nefnilega bara á svona tímabila sem hún vill bara vera í fanginu. Á mér eða Tómasi, þú veist að, og ef ég legg hana niður þá vaknar hún. Þannig að þú veist það er svona sem ég búin að venjast því að sofna í fangi en samt erum við alltaf að reyna að láta hana sofna sjálf en það gengur eitthvað erfiðlega. En þetta sofnaði hún sjálf og ákvað mig brá. Ég bara var að klæða mig og svo bara leit ég á hana þegar ég var að klæða mig. Þá var hún bara, hún lokaði augun, ég var bara, hvað gerist? Þegar barnið sefur, þá maður einhvern veginn, ég hef bara aldrei verið að skipulögð því ég hef alltaf verið skipulögð en ég hef aldrei verið svona ógeðslega skipulögð. Maður bara svona reynir að gera allt sem maður langar að gera meðan barnið sefur. En maður á náttúrulega kannski til ykkar hérna sem maður kannski sofið ekki rosalega vel á nóttunni að auðvitað sofið þá með barninu þegar þið taka lúr og ég á að gera líka sko því að ég sef ekkert alltaf rosalega vel á nóttunni en ég bara get ekki sofið á daginn. Ég er ásvarið með að leggja mig þannig að ég þarf að æfa mig í því. Tómas er alltaf að skamma mig en mér langar bara alltaf að gera svo mikið þegar hún sofnar. Þá er ég alltaf bara eitthvað að ég þarf að taka til og þvótt og skrifa bloggfærslu eða eitthvað þú veist. Þetta YouTube-vídeó sem tekur mér heila eilíf að edita eitt vídeó af því að ég hef alltaf bara eitthvað korter og korter. Hún tekur stundum svo stutt að lúra en núna búið að vera svona í heila viku þar sem hún er að taka cirka 1 klukkutíma á þessum tíma. Vonandi nærum því. Hún næri því alltaf í svona þegar hún er í burðarsalinu þá næri hún alltaf klukkutíma 1,5 kannski. Fylgist með hvað hún tekur lúra núna. Byrja alltaf að þrífa andlitið með micellar. Ég prófaði eitthvað nýtt krem á húðina mína núna helgina og ég fekk fullt af bólum. Ég elska að prófa nýjar vörur. Ég á stundum svolítið erfitt með það af því að svo leiðilegt er á húðina mína fer í ójafnvægi. Já, ég þríf bara með þessu micellar og svo setja ég á mig serum frá Ordinary og svo veit ég að ég þarf að fara að byrja að nota allan ásins hring sólavörn. Mér stöknir allir frá að tala alltaf um það og ég er svolítið lengi að fara á þann vagn. Ég vil bara gera það á sumrin og svo besta kremið, CeraVe. Þetta krem er í miklu uppáhaldi og er búin að vera núna í meira en ár. Og ég nota sko hérna for dry to very dry skin. Og ég hef oft talað þessa vöru áður líka og ég ennþá að nota það. En þetta heitir Exlas sænskt, ég held þessi sænskt, já. Ég ætla að tjekka barninu, kannast eins og handi. Já, þetta sem sagt bara svona serum fyrir augnarinn þannig að þau verða lengri og þetta snarvirkar sko. Og ef að reiða þetta hár, ég ætla að sýna ykkur rútina. Ég er ekki búin að fara í litun, ég fór í litun í desember en þá lit ég bara rétt svo eitthvað svona setja smástrípur. En ég er ekki búin að lita á mér hárið síðan í sumar held ég. Og í dag þá er ég fyrir litun. Ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera, mér langar svolítið að gera eitthvað nýtt með hárið mitt. En já, ég ætla að mála mig núna. En ég nota þetta hérna. Þetta finnst mér best í heimi. Ég veit ekki hvað ég er búin að kaupa margar svona túpur og ég nota bara puttana. Svampurinn minn er týndan daginn og ég nota bara puttana. Það sem ég elska við þetta er að það er svo léttir farður. En þetta er með sólavörn í, en það er víst ekki nóg, hef ég heyrt. Svo hefur við uppáhalds heiljára minn, síðan. Kallaði þreytibaninn og við mömmur þurfum á honum að halda, þreytibannanum. Svo nota ég bronsingelið frá Sensei, gelli henni bara yfir. Svo setjum ég stundum á mig þetta hérna. En þetta er svona glow. Ég tek bara lítið svona og svo skelli ég þessu bara á svona. Það er ótrúlega góð lykt af þessu. Svona. Svo tek ég húla. Þeir eru alveg búið hjá mér. Nota það sem augnskugga. Svo líka að nota hérna City bronzer frá Maybelline. Geggjað til að nota bara líka sem augnskugga. Ég nota þennan í dag. Og já, ég er að nota þennan hérna Sky High maskaran frá Maybelline þegar búið þyrtir mann. Hann er mjög góður. Ég hef verið að nota sama maskaran í mörg ár sem að ég ætla ekki eins og að segja hvað hann kostar. Hann er svo ótrúlega dýr og mér fannst það eiginlega frekar leiðilegt að það þurfa að kaupa mér svona dýra maskara. En þessi maskari er heldur betur að standast mínar kröfur sko. Sjáðu. Geggjaður. En nú er ég með City bronzer frá Maybelline og ætla bara að skella á kynnar. Sjáðu hvað slitið. Ég myndi ekki byrja að finna fyrir þessu þegar ég sé að missa hárið. Eða hvað? Eða hvað? What? Ó, barnið.
Emilia, eigum við að skoða hvað er í pakkanum sem við vorum að fá? Gleðilega páskar frá Sjöstrand, kaffi og knús. Vá! Nei, hei. Ok, nammi. Besti bollinn er nummer 5, fyrst mér. Og nummer 3. Og nummer 1. Þetta er uppáhalds hérna bollinn hans Tómasar. Gleðilega páska. Reykjavík Letterpress. Já, Reykjavík Letterpress. Vístu þetta fyndið? Góð setning. Sjá hvað þetta er fallegt. Þetta er Letterpress. Móðir mín prentaði þetta, snillingurinn og Birna. Takk fyrir, fallega gjöf. Nú ætlum við að drekka mikið kaffi. Já. Herru, svo ætlaði ég að sýna ykkur þessi hérna mánaði með hana sem að ég og mamma og Birna gerðum saman. En þess að þeirna ég er 1 mánaða, 2, 3, 4, þú veist alveg upp í 1 árs. Já, gaman. Þetta er flott. Og aftan á, þá stendur hérna hvað gerðist, þú veist, hvað gerðist í mánuðinum. Og þá skrifið, þú veist, minningarnar. Af því að maður gleymir svo auðveldlega öllu. Það var svo ótrúlega gaman og fallegt að eiga þetta. Þetta er bara, þú veist, bæði til að taka myndir fyrir 1 mánuð og skoða minningar sem það eigi, þú veist, það getur alltaf að skoða. Já, hvað gerðist þessu mánuði? Og ég er alveg að skrifa bara hún brosti í fyrsta sinn, fyrsta baðið, allt þetta, hérna fundarskoðun og eitthvað svona. En já, mér langaði bara að segja ykkur frá þessu. Mér finnst þetta svo ótrúlega fallegt og þetta er ótrúlega falleg gjöf líka. Ef þið þekki einhverju sem er að eignast barn og svona, þá er þetta mjög sniðug gjöf. Og þetta fæst bæði á Letterpress heimasíðunni, letterpress.is og í 9Kids búðinni og líka heimasíðun þeirra. Ég er sein, en mamma er með Emilíu á meðan. Tómas var að fljúga í morgun og hérna með Ölbu og Elísabetu og yfir eldgosið. Wow! Þannig að mamma er aðeins með Emilíu á meðan og ég er sein. Ég er núna að fara að hoppa aðeins í kringluna. Ég held ég sé að vera eitthvað brjáluð sko. Ég að fá eitthvað svona, ég var að gera allt. Það er ekki oft sem ég fyrir fyrir húsi, þannig að ég ætla bara að nýta tíman og bara hoppa aðeins inn af því mér vantar nýja skó. Ég ætla ekki að hvort ég finni einhverja sæt skó. Nei, ég get ekki að anda með þessa grímu. Ég keypti skó. Keypti mér Löns, Johnny Juice, samloku og svo keypti ég smá svona á heimilið. Ég sýningur þetta alltaf eftir. Ég ætla að bruna heim svo ég hitti hana dóttur mína áður en ég missi vitið. Var verið að klippa sér hárið eða hvað? Já. Hæ. Hæ, Blondie! Þú ert að stytta það svo mikið? Já. Þetta er brjálið það. Hann er að tala við Tómas eða? Ég tala ekki við Tómas, ég tala ekki um neitt. Þú er búin að vera óskaplega þögur. Þetta er miklu flottar, Arna. Svona, ekki vera með þetta uppi. Já, það er uppi. Þess vegna er ég svo óvenn mér svona. Datt þér þetta bara huga á þarna? Já. Það ekki tjóka? Nei. Ég sagði bóka, klippti það bara af. Hún bara var svo til það og ég ætlaði að panta nýjan tíma hjá henni í maí og svo bara þegar ég leit upp, þá var hún bara búin að klippa geðveikt upp. Hún bara, Arna, ég var að vonast til þess að vera lengra að finna tíma af því að hún vildi taka svo mikið, skilur. Finnst þú eitthvað annað myndarleg, sko? Finnst þú það? Já. Þú líka þegar þú ert ekki með yfirvarskegg. Emilía eftir að fá sjokk, samt. Ég veit ekki hvort þú mun þekkja mig. Heldur þú mun þekkja mig? Nei. Ég held ekki, Þú veit sko. hvort ég hef verið aðfá heima bara. En hún er búin að sofa núna, ég veit ekki hvað lengi, sko. Já, geggjað. Þá ætla ég að fá mér að borða. Ok, ég ætla að sýna ykkur það sem ég keypti. Söstrunni frá Reni. Þennan hérna. Það er svolítið sætur, ég var að spá að hafa hann hér. Þannig að þú veist, þegar við komum inn og þurfum að setja lykla einhvert. Þá erum við með þetta. Ég er í sig að spá hvort við ætlum að hafa þennan snæði hér og svo kemur þetta hérna fyrir ofan. Er það skrítið? Það er ekki skrítið. Ég ætla að spá þessu. Og hvað keypti ég meira? Ég keypti klukku, já. Sjá hana. Ég held hún gæti verið fullkominn. Hér, einhverstar. Það var spurning hvar. Hér? Var það ekki eitthvað? Ég þarf að ná lit. Já, ég ætlaði að kaupa mér skóna þarna Andrea gerði í samstarfi við
Kaupfélagi eða Jódís eða eitthvað. En þau voru til og með stærð. Þannig ég keypti þessa. Vagabond. Svo ætla ég að fara yfir það sem ég keypti í H&M Home. Það að sjá hvað hann flottur. Veitu, ég ætla að sýna ykkur hvar ég hefði hugsað mér að hafa hann. Oh my god, hann er svolítið stærri en ég held. En hérna. Ok, ekki horfa á draslið hérna. En vá, hann er fullkominn hér. Og svo bara eitthvað, blóm eða eitthvað. Bíði, ég ætla að finna eitthvað. Ok, ég fann ekki neitt, en ég ætla að kaupa blóm í þennan. Nei, ég held að það sé ótrúlega fallegt að hafa alltaf blóm í þessum. Og svo keypti ég svona kerti. Þetta fyrir nú bað. Það er eitt annað sem fyrir nú bað líka. Það er þetta hérna. Á kvöldin þá get ég alltaf sett skartgripina minna hérna í. Sko, spá ég hafa þetta hér og við setjum þetta hérna svona. Þetta er sætt. Við erum að skín svona inn á heimilið. Það er ekkert að vinna með mér, sko. Það þarf svo mikið að sópa og skúra og þurrka af og búf. Ok, ég ætla að fara með Emilíu inn. Hún er líka sko. Ég er sko smá stressuð, hún þekkir mig ekki í alvörunni.